Nú allt komið í gang, þannig að þetta verður þannig að fyrst mun Hrönn fjármálastjóri koma hérna upp og kynna rekstur ársins, síðasta árs. Síðan kemur Stefán upp og þau saman munu kynna horfur fyrir 2019. Það heilmargt sem að breytast, bæði hvað varðar reikningsskil og annað. Og svo í lokin svona almenn umræða og þá verð ég hér líka og sitt fyrir svörum. Þannig að ég vil bara byrja á því að bjóða Hrönn velkomna. Gjör svo vel. Takk Heiðar og góðan daginn. Ég ætla að byrja að renna yfir tölurnar og við byrjum á fjórðungi. Þið sjáu helstu lykiltölur. Heyrist vel í mér. Svona. Og þið sjáu lykiltölur rekstri. Það var selt að vera þjónusta 5.754 milljónir og jukust 34% á milli tímabila og teka fram að fjórðungur 2017 með 1 mánuð af 365 starfseminni, þannig að þetta ekki alveg samburðarhæft. Nú breytingin stafar að mestu leyti út af fjölmiðlun, sjáum við það betur eftir í tekjustraumunum. Nú kostnaðarverði var 3.684 milljónir og jókst 55% eða 1.314 milljónir og stærstu hlutan tengist þetta þá þeirri nýju starfsemi sem var keypt fyrir rúmu ári síðan. Framlegin var það 2.070 milljónir, framlega hlutfalli var það 36%. Og rekstrakostnaður 1.769 milljónir og jókst 13% eða 209 milljónir og stærstu hluta til þetta í starfsmannakostnaði. Tengist líka þá nýju starfseminni. EBITDA 780 milljónir og dró saman 3% og EBITDA hlutfalli 13,6%. EBIT var 301 milljón og dró saman 20% og EBIT hlutfalli 5,2%. Og hrein fjármagnsgjöld voru 178 milljónir og hagnaðar þá 195 milljónir. Dró saman 45% miðað við sama tímabil í fyrra. Og það var nú ekki mikið innskiptiskostnað á fjórðungi en aðeins og leiðrétt EBITDA var þá 798 milljónir á móti við 961 milljón í fyrra í leiðrétta EBITu. Það var tiltölulega mikill innskiptiskostnaður á sama tímabil í fyrra sem að tengdust kaupunum á 365. Þannig að EBITDA hlutfallið þá 13,9% og var 22,3% fyrir sama tímabil í fyrra. Nú þið sjáu tekjustraumana og mesta breytingin þá í fjölmiðlun eins og ég nefndi áðan og í internetinu 237 milljónir í frávik og svo vörusalan en tótal tekjur þá 5.754 milljónir. Nú það aukið frjálst fjárflæði í þessum fjórðungi, handbært fé frá rekstri 778 milljónir og jókst 13%. Mjög erfitt að bera saman fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar á milli þessara tímabila þar sem að inn í fjórðungnum fyrra það bæði fjárfestingin í nýja félaginu og svo fjármögnun á því. En við endurskipulögðum lánin á fjórðungi og færðum hluta af rekstrarlínunni yfir í langtímaferli og færðum til og lengdum aðeins í lánunum. Þannig það var gert á fjórðungi, núna kemur fram í skýringum í ársreikningi. Nú breytinga handbæri fé það 124 milljónir og vek líka athygli á að handbært fé flokka til sölu. Það vegna starfseminnar í Færeyjum, þannig að það tekið sérstaklega fram og handbært fé þá í lok tímabils 356 milljónir á móti 317 milljónir fyrra en frjálsa fjárflæðið það 402 milljónir á móti 240 milljónir fyrra, 68% aukning þar. Nú ef við fer yfir gegnum ársreikningið þá kannski vert að geta þess að þegar ársreikningurinn lesin að þá töluverðar breytingar í honum. Bæði það vegna aflægra starfsemi út á sölun og hluta í Færeyjum. Að í rekstrinum það ekki getið þess í rekstrinum, reksturinn á samstæðuleveli þar sem að þetta hefur óveruleg áhrif þar en aftur á móti efnahagsreikningur fyrir 2018 að hann móðurfélagsreikningur og þar sést síðan aflausn starfsemi þar og sama á við í sjóðstreyminu. Í skýringu 12 hægt að leiða sig í gegnum þetta í ársreikningnum og einnig kaupursútdelingunum var lokið núna í árslok innan 12 mánaða og frá kaupum og það sést í skýringu 33. Þannig að ég vek athygli á þessum tveimur skýringum að þarna töluverð breyting. Nú seldu verið þjónusta 21.951 milljón og jókst 54%. Og þetta kemur líka fram í tekjustraumunum eftir og að mestu aukning þá breyting vegna nýrra starfsemi.
Kostnaður seldra vara 13.556 milljónir og jókst 73% eða 5.727 milljónir. Og þetta skiptist aðallega í þrennt. Þetta dagskrárkostnaðurinn, dagskrár- og útsendingakostnaður, þetta starfsmannakostnaður og svo fjarskiptakostnaður og tengist þá nýju starfseminni. Framlegð 8.395 milljónir jókst 30% og framlegðin 38,2% en var 45,1% fyrir sama tímabil eða fyrir árið í fyrra, 2017. Og rekstrarkostnaður 7.192 milljónir, jókst 47% eða 2.303 milljónir og þetta náttúrulega stóru hluta þetta starfsmannakostnaður en auðvitað líka aðri liðir bara eins og gefur að skilja þegar við keypt svona stór starfsemi, bara eins og húsnæðis- og skrifstofukostnaðar, afskriftir og fleira. Nú EBITDA 3.248 milljónir og á móti 3.137 fyrir sama tímabil í fyrra, aukning upp á 4% og EBITDA hlutfalli 14,8%. Og EBIT 1.203 milljónir og dró saman 22% og EBIT hlutfall 5,5%. Nú hrein fjármagnsgjöld þá 728 milljónir og hagnaður ársins 473 milljónir. Og hér líka leiðréttar tölur, EBITDA leiðrétt þá reglulegri starfsemi 3.417 milljónir og var 3.338 milljónir fyrir árið 2017. Og hérna séum við þá tekjustrauma og eins og sést þá náttúrulega helstu breytingar í fjölmiðlun og internet og farsíma svona milli ára. Og hérna séum við EBITDA EBITDA eftir ársfjórðungum og rauðu súlurnar sýna þá 2018 og síðan þeir aðlaga fyrir einskiptiskostnaði. Nú varðandi efnahagsreikninginn þá sjáum við þarna rekstrarfjármuni, óbeinislegar eignir og eins og ég nefndi áðan þá kauphúsútdeilingunni var lokið í árslok og hægt að skoða það betur í skýringu 33 og síðan fasta fjármuni þá 20.287 milljónir, aðri veltu fjármuni 5.312 milljónir, aukast 656 milljónir og þetta sést bara vel í skýringu, þetta liggur mest í dagskrárbyrðum og síðan í öðrum skammtímakröfum. Nú handbært fé 356 milljónir og eignir flokkaði til sölu 1.056 milljónir, þetta eru færir, hluti okkar í færum sem við erum að selja. Þannig veltu fjármuni 6.724 milljónir og eignir samtals 27 milljarðar og 11 milljónir. Og eiginfjár hlutfallið sterkt, það 39,6% og veltufjár hlutfallið líka á góðum stað 1,4%. Nú síðan eru skuldamegin, eigið fé 10.707 milljónir, vaxtabærandi skuldir eru 10.874 milljónir og næstas afborgun 687 milljónir og síðan eru aðra skammtíma skuldir 4.167 milljónir og svo þarna líka skuldir sem eru tengjast, sem eru flokkaðar til sölu sem vegna færum 438 milljónir. Þannig eigið fé og skuldir 27 milljarðar og 11 milljónir. Þannig að hreina vaxtabærandi skuldir þá 11,2 milljarðar og net debt to EBITDA 3,4. Og hérna sést á sjóðstreymisyfirlit fyrir ári í heild sinni, handbært fé frá rekstri 2.081 milljón, að draga saman 3% og síðan eru fjárfestingarhreyfingar 2.449, þar af eru rekstratengdar fjárfestingar 2.407 milljónir. Og svo eru fjármögnunarhreyfingar 444 milljónir og eins og ég sagði áðan samanburðar tölur fyrir 2017 eru dálítið bjagar út af kaupunum á 365 og fjármögnun þar. Nú en breytinga handbæru fé þá 76 milljónir og handbært fé var í byrjun árs 317 og handbært fé það flokkað til sölu 34 milljónir og í lok tímabils það 356 og frjálsa fjárflæðið þá 341 milljón eða dró saman 58% á milli ára. Það var alltaf gríðarlega þungt fjárfestingaár hjá okkur sem tengdist mjög mikið flutningunum hérna og nýjum kerfum sem við vorum að skipta út kerfunum á því sem við tókum yfir á 365. Þannig að þetta var þungt fjárfestingaár. Nú er komið á horfum. Stefán ætlar að koma hérna upp og fara yfir horfurnar. Já, takk fyrir það. Já, í fyrsta lagi náttúrulega hafa horfur ekki verið að ganga eftir því miður og sem er búið að vera bagalegt og það
kannski 3 ástæður sem að við nefnum bara árferðið, óvissuna í samfélaginu, þær vörur sem að við eins og auglýsingahliðinni og sjónvarpsáskriftir og svo framvegis eru viðkvæmar fyrir því. Síðan hefur samkeppni verið gríðarlega hörð, mikið af undirboðum á markaðnum og sérstaklega á seinni hluta árs sem var að hafa mikil áhrif á fjórðungi. Og svo bara kostnaðarstig félagsins hærra en við bjuggumst við því miður. Þannig að og svona, ég meina, afkomu spár okkar voru ekki að grípa þetta nógu vel. Það bara staðreynd og við verðum bara að viðurkenna það og sérstaklega á síðasta fundi hefðum við átt að sjá þetta betur fyrir. Það bara svona það sem að við verðum að taka ábyrgð á. En það sem ég vil að öðru leyti segja að óvissi í efnahagslífinu náttúrulega að hafa áhrif á okkar fyrirtæki og öll fyrirtæki á landinu og vonandi klárast á og næst að semja en þetta að hafa áhrif. Við erum búin að náttúrulega gerðum breytingar og við erum að sjá miklu meiri sölu en við vorum með og við erum komin miklu meira í sóknargírinn sem félag og félagið þarf að fara í sóknargírinn eftir að hafa farið inn á við á síðasta ári. Þjónustan varð fyrir áhrifum og það hafði áhrif á okkur. Það voru sendir út vitlausar reikningar of margir og það voru of margar leiðréttingar og of mikið en þetta komið í eðlilegt horf en þetta skaðaði okkur klárlega á árinu og á síðasta fjórðungnum. Við erum eiginlega búin með öll svona stærstu tæknilegu verkefnin þá eftir að sameina undirkerfi í billinginu hjá okkur en við erum búin að flytja alla starfsmenn, við erum komin með alla sjónvarpsútsendingar á þennan stað þannig að því lokið. Við höfum verið mjög mikið að vinna kostnaðarmegin og eðli málsins samkvæmt líka til þess að vinna á móti þessari tekjuþróun sem var og við munum bara halda því áfram, það mikið kostnaðarhald í félaginu. Salan á Færeyjum gekk í gegn og þannig að það kemur inn á fyrsta fjórðung áhrifin af því. Síðan höfum við verið ég kem aðeins að því á eftir, við höfum verið að byggja gagnaver með fleirum út á Korputorgi. Tekjur af því geta farið að skila sér árið 2020 og svo höfum við líka sem gríðarlega mikilvægt verkefni fyrir okkur ekki síst kostnaðarmegin en tekjumegin. Þá höfum við verið að reyna svona að hjálpa til við það að það komi fleiri gagnasæstrengir til Íslands. Þannig að þetta svona það sem við höfum verið að vinna að. Það sem ég myndi segja kannski almennt félagið að félagið náttúrulega gríðarlega áhugavert, það gríðarlega breytt, það fjölþættar tekjustoðir, mjög marga kúnna, mikið af eignum og svo framvegis. Og manni finnst svolítið svona verkefni núna að vera að reyna að uppskera. En auðvitað þá erfitt í þessum bransa ef samkeppni mjög hörð og verð að lækka endalaust, það mjög erfitt að verja sig því og ef maður setur það aðeins í samhengi þá núna frá 2016 þá eru búin að vera lækkunar ár þar sem við erum að tala mikla lækkun á verðum. 2016 var mjög mikil lækkun á verðum, 2017 fengum við Roam Like Home, 2018 fáum við þessa sameiningu og allt verður brjálað á markaðnum. Þannig að maður svona auðvitað spyr sig bara hversu lengi geta fyrirtækin þolað að fara í verðstíg. En það annað mál og kemur auðvitað bara í ljós. En við ætlum svona að reyna að leiða út horfur, þetta orðið talsvert flókið að gera like for like en hér er brú sem sýnir aðeins hvar við vorum síðast, 3,9 til 4,4 og fyrsta leiðréttingin þarna þetta var á samstæðugrunni, þá er þarna Færeyjafélagið okkar sem að núna fer út úr EBIT-inu hjá okkur, þannig að við leiðréttum fyrir það -250 og þá sjáum þið like for like útgefnar horfur fyrir Ísland voru þá 3,7 til 4,2. Við erum að niðurfæra aftur horfur 440 út af rekstrinum, út af þessum þáttum sem ég nefni og þá sjáum þið að horfur Ísland like for like eru 3,2 til 3,7 bara fyrir Ísland
Og svo sjáum þeir sem hafa skoðað síman, þá nákvæmlega sama að gerast. IFRS 16 að koma inn og svo síminn líka að fara þá leið að eignfæra sýningarrétti. Og við teljum náttúrulega bara eðlilegt og þjónusta við markaðinn að fyrirtæki á markaðinu sé að gera þetta eins, þannig að það sé ekki munur á okkur að þessu leyti. Og þá sjáum við að þá færist ansi mikið upp EBITDAn við þetta. En þetta allavega brú sem á að sýna þá enginn að velkjast í vafa samanburð þar á milli. Það nánari útlistun á þessu og hvernig þetta gert á þessari glæru. Ég ætla ekki að fara yfir hana, þið getið líka bara fengið nánari upplýsingar ef þið viljið. Horfurnar fyrirliggjandi eru þá svona og vissulega ekki like for like en það kemur þarna fram klausa og aðlega geta átt að segja á því í brúnni hvernig þetta alltaf gerast. Það mikilvægt með fjárfestingarnar, við erum búin að við munum setja inn nýja kynningu vegna þess að eðli málsins samkvæmt þá spyrja aðlega sig, fjárfestingarnar að fara upp í 3,8 til 4,2. En þetta sem sagt sýningarréttirnir sem í raun að detta inn í fjárfestingar. Það detta inn í bæði í EBITDAna og fjárfestingar. Þannig að það ástæðan, like for like, fjárfestingar 1,6 til 1,8, það ekki rétt hjá mér. Þannig að í rauninni eru fjárfestingar að fara úr 2,4 árið 2018 á samruna ári niður í 1,8. Þannig að nú þær að droppa alveg svo við vorum búin að segja að þær myndu gera og sem auðvitað mikilvægt vegna þess að þetta fjárfestingastig á síðasta ári var náttúrulega mjög öfgakent í rauninni. Þannig að í rauninni þetta kannski það sem við vildum segja horfur en bara ef þið vildu spyrja okkur eitthvað varðandi þetta. Varðandi horfurnar þá þær unnar þannig að þetta unnið í Beyond Budgeting ferli með öllum stjórnendum, þar sem allir stjórnendur spá og svo þetta tekið saman og svo fjallað þetta í stjórninni og tekin endalega ákvörðun. Þannig að bara svo þekkið ferlið á bakvið það. En einhverjar spurningar þetta? Ef ekki þá ætla ég að vinda mér aðeins í önnur mál og það eitt sem mikið rætt með félagið sportið og enski boltinn og ég ætlaði bara svona aðeins og auðvitað var það þótt okkur leitt að missa enska boltan en við ætlum kannski bara aðeins líka að setja í samhengi að enski boltinn ekki eini rétturinn sem við höfum í sportinu og verður líka sýndur á okkar kerfum og það alveg kristaltært. Þannig að það sem ég vildi bara sýna ykkur þetta eru réttirnir sem eru á Stöð 2 Sport og það líka mikilvægt vegna sem við tölum enska boltan, það að rétturinn sem að fara í rauninni ekki enski boltinn komplett heldur að þetta í rauninni bara deildin sem að fara. Við erum með bikarkeppnirnar báðar þarna sem á langtíma samningum sem rétti. Þannig að Liverpool og Manchester United leikir verða áfram á þessari stöð. Jú, auðvitað þessi lið að komast í Evrópukeppnir og þá það þar og svo auðvitað gríðarlega mikil starfsemi í kringum þessar íslensku deildir, handboltan, fótboltan og körfuboltan. Þar við auðvitað ekki bara að taka við merki erlendis frá heldur að erum á staðnum og svo framvegis. Við erum að sýna náttúrulega okkar stöðvar bara á kerfi Símans og teljum að það verði bara gagnkvæmt á móti enda þetta mikilvægt sjónvarpsefni og í beinum útsendingum þannig að það í rauninni bara lagalega ber aðilum að gera það. Hér sjáum við aðeins, þetta áhugaverðar upplýsingar, þetta hlutfall beinna útsendinga á stöðinni og þá sjáum við að enski boltinn 15,4% af beinum útsendingum á Stöð 2 Sport. Þetta auðvitað gríðarlega metnaðarkennt stöð og þannig að það verður nóg í sjónvarpinu þó að enski boltinn fari. Það líka
gott að rifja aðeins upp sko fortíðina vegna þess að það eru náttúrulega fordæmi fyrir því að aðilar hafi vegna þess að eðli málsins samkvæmt þá gætu aðilar á þess að ég haldi að það sé nokkur ætlun Símans þá var það einu sinni þannig að menn reyndu að loka efnið af á sínum kerfum. Það var árið 2005 og það var tekið á því á mjög skýran hátt. Hér eru nú bara gamlar klippur frá þessum ákvörðunum í rauninni samkeppniseftirlitsins og eftir þetta var fjölmiðlulögum breytt á þann hátt að það í rauninni flutningsréttur og flutningsskylda á línulegum útsendingum yfir kerfið. Þannig að við getum einfaldlega bara óskað eftir línulegum útsendingum. En annars er bara ekkert slæmur andi milli félagana held ég í þessu. Við erum að dreifa til Símans okkar sport rásum og líka pay-per-view og það verður bara þannig trúi ég á hinn veginn og hef alveg staðfestan grun það. Þannig að þetta er bara svona mikilvægt að þetta komi fram. Síðan langaði okkur bara aðeins að sýna ykkur myndina af þessu gagnaveri. Það verður örugglega einhverjir farið í Toys R Us eða einhverja búð þarna á Korputorginu en þarna kemur eitt lítið gagnaver sem getur stækkað á bílastæðinum. Nei, tæmirinn. Ok, rettaðist. Sem getur stækkað í þessa átt þarna á bílastæðinu eftir því sem að við byggjum upp fleiri kúnna og þetta er bara ný vara fyrir okkur að selja hýsingu í gagnaveri. Við erum að selja tengingar til gagnavera og það er bara byrjað að byggja og þetta verður tilbúið á árinu og þannig að við búumst við tekjum að þessu árið 2020 og erum auðvitað vonast eftir erlendum viðskiptavinum á þessu sviði. Og nátengt þessu þá höfum við verið mjög mikið að þrýsta á það að komið þriðji sæstrengurinn. Við höfum farið í verkefni að við vitum nákvæmlega hvað sæstrengur kostar. Við erum búin að mappa þetta verkefni upp á dýptina þannig að það tilbúið verkefni sem við eigum til þess að byggja sæstreng. Við gerum það hins vegar ekki ein, langt í frá og höfum þess að verið í góðu bara samtali við ríkið, við Farice og fleiri aðila, erlenda aðila það að hvernig þetta geti verið fjármagnað og gert. Og nú það síðasta að sem getur verið mjög skynsamlegt, það að vinna þetta í samstarfi við aðra þjóðir eins og Norðmenn og erum með viljayfirlýsingu við norska aðila sem að byggja, þið sjáið á myndina þarna vinstra megin, eru í raun að byggja sæstreng og líka til Írlands og þá hægt að sameinast leiðina sem að rauður hringur í kringum þegar segja við hittumst þarna út í hafinu og klárum leiðina til Írlands og náum þannig niður kostnaði. Það auðvitað margar leiðir í þessu. Þetta verður ekki gert án ríkisins eða aðkomu ríkisins að einhverju leyti. Ríkið á í Farice og önnur leið líka til þess að gera þetta auðvitað að aðilar markaðarins og ríkið taki sig saman. Farice verði endurskipulögð, sú starfsemi verði endurskipulögð og það verði breytt. Það mætti til dæmis hugsa sér að fjarskiptafyrirtækin myndu taka að sér söluhlutverk sem Farice lítur í dag og Farice verði meira bara að selja út innviðina og við erum sem sagt að taka þátt í samtali bara með aðilum varðandi þetta og teljum að þetta geti orðið mjög jákvætt mál bara fyrir allan bransan og okkur ef að við fáum þennan þriðja streng. Þetta getur aukið það að erlendir aðilar komi með gagnaver og hjálpa gagnavera bransanum en líka sem sagt hjálpað okkur kostnaðarmegin en þetta mjög hár kostnaðarþáttur í fjarskiptastarfseminni þessi útlandssambönd og stöðugt að hækka. Þannig að þetta svona það sem okkur bara langaði að segja ykkur frá en þetta var svo sem efnið búið en má bjóða ykkur að spyrja okkur Hrönn eða Heiðar að einhverju í lokin.
Mér langaði til að spyrja, þú komst aldrei inn á horfurnar á fjarskiptamarkaðnum eða farsíðamarkaðnum ef ég skildi rétt. Já. Ef þið getið fjallað aðeins meira bara stöðuna á kannski sjónvarpsmarkaði sem að telst til fjölmiðlar hjá ykkur og kannski annað en það sem flokkast undir auglýsingatekjur. Hvernig hefur bara sjónvarpsáskrifta og þess áttar verið hjá ykkur frá því að þið tóku eignir Þrír? Sko, það hefur verið svona, sumt hefur gengið vel, annað gengið verr, til dæmis eins og sú ákvörðun okkar að lækka verð, til dæmis í sportinu, gekk mjög vel. Við erum með mun fleiri sportkúnna í dag en við vorum með. Það sem gekk, það sem má alveg segja að fjarskiptin og fjölmiðlunin, eða nú ég að tala sjónvarpsáskriftir, héldu svolítið í hendur þarna seinni hluta árs. Það var brottfall líka í, sem sagt, eða salan líka var ekki nógu sterk í fjórða fjórðungi sem auðvitað mikilvægasti fjórðungur fyrirtækisins á þessu sviði. Hins vegar tók hún við sér í desember, hún var fín í desember, en við hefðum viljað sjá hana starta fyrr í rauninni á tímabilinu. Og það er mjög mikilvægt að nýta þetta tímabil vel þar sem þetta svona seasonið til að selja sjónvarpsefni. Og en við erum með einhverjar 40.000 kúnna þarna í dag, þannig að það er mikið af viðskiptavinum, en það má segja kannski að það þarf að vinna í svona hlutum eins og skemmtipakkanum og Stöð 2, það sem líka hefur verið hörð samkeppni, alveg svo í fjarskiptinu. Mér langar að spóla tilbaka og á sínu tíma þegar upphaflega kaupin voru tilkynnt, þá var talað um það að þið ætluðu að skilja eftir þessar fréttastofur. Það hægt að skilja eftir fréttastofunni ef mér minnir rétt, þú leiðréttir mig ef ég man þetta vitlaust. Síðan kemur seinna í ljós að þið ætlið að kaupa hana með og segja að hún sé stór þáttur að Stöð 2 og þið ætlið að halda áfram að reka hana. Hvernig gengur að reka fréttastofu? Hvað kostar þetta mikið? Hvað skilar þetta miklu að ykkar mati? Varðandi, ég ætla bara að taka hérna 3 ár í einu. Varðandi kostnað. Hvað hefur félagið gert í ljósi þeirra stöðu sem á kjaraviðræðum og svoleiðis til þess að undirbúa sig fyrir hugsanlega kostnaðarverðshækkanir hjá launakostnað og þar fram undir götunum? Svo meina spurning Capex, en ég held að sé nánast búin að svara henni, það ekki rétt skilja á mér að fara niður ca. 400 milljónir á? Já, í rauninni meira, allavega 600. 800? Já, 6 til 800. 2,4 til, við vorum í 2,4 rúmlega og við erum að segja að það verði hámark 1,8. 1,6 til 8 einsið. Ok, já, varðandi fréttastofu, sko, fréttastofan fyrir bara fyrsta lagi. Þá var þetta auðvitað í viðræðum á sínu tíma, þá var talað að fréttastofa væri ekki, eða það var í rauninni lág á milli hluta í fyrstu tilkynningunni sem var tilkynnt. Þá var hugmynd seljanda á þeim tíma að við myndum gera samstarfssamning kaup á fréttum fyrir okkar miðla. Það var einhver svona, væntanlega langtíma samstarfssamningur þar sem að fréttamenn frá fréttablaðinu kæmu þá í stúdíóin okkar og læsu fréttir og gerðu fréttir og svo framvegis. Og okkur fannst það í rauninni, það bara mjög hættulegt við einhvern svona þátt í starfseminni að gera einhvern langtíma samstarfssamning við fyrirtæki út í bæ. Þannig að okkur fannst þetta aldrei ganga upp sem í rauninni uppsetning á einhverju langtíma samstarfi. Við erum með samstarfssamning í dag þar sem við fáum fréttablaðsfréttir inn á Vísi á morgnana sem mikilvægt út af því að það eru aðrar vaktir og við náum að spara peninga í Vísi með því að gera það á þann hátt.
Að reka fréttastofu þetta bara dýr rekstur og ég meina sérstaklega í bara núverandi umhverfi þar sem að við erum með alltaf fleiri og fleiri þætti, bara bara snjall bara samfélagsmiðla og svo framvegis sem að keppa athygli fólks. Það hins vegar þannig að fréttirnar hjá okkur eru ekki bara sjónvarpsfréttir á kvöldin, þetta eru bylgjufréttir á daginn og Bylgjan sterkasta útvarpsstöð landsins, án efa að hluta til út af fréttum. Vísir.is var núna fyrir 2 vikum stærsti vefur landsins og fór yfir mbl.is, það byggt á fréttum. Og þannig að það má eiginlega segja að fréttir algjör svona þáttur í rauninni rekstri okkar miðla í dag. Við erum klárlega búin að vera bara með stjórnendum miðla og það partur af þeim aðgerðum sem við höfum farið í að brjóta miklu betur niður á svið hvert að skila svo framvegis og okkur og það má benda á eitt að við erum með áskriftastöð sem með opna dagskrá í kringum fréttirnar. Þannig að auglýsingasala okkar, sem sagt, sterkasta auglýsingasalan í kringum fréttirnar. Það opni glugginn okkar þar sem að flestir sjá. Þetta kannski 20–25% landsmanna sem að horfa á þennan glugga. Þannig að þetta bæði opinn kynningagluggi fyrir stöðuna og svo þetta opinn gluggi sem við seljum talsvert mikið af okkar sjónvarpsauglýsingum í gegnum. Þannig að það ekki eins og fréttastofan sé einhver kostnaðareining sem engu skilar. Þetta bara stór partur af starfseminni og þannig að það allavega og mjög núverandi setup mjög flókið að aðskilja það og það hefði verið mjög erfitt að láta einhvern annan aðila stjórna til dæmis fréttum í öllum miðlunum okkar sem dæmi. Að við hafa það getur verið eigendaskipti eða eitthvað og þú veist ekkert hvað næst í fréttum á miðlunum. Þannig að þess vegna var þetta nú gert þannig. Svaraði spurninguna, átti ég eina eftir það? Þú kannski að svara spurninguna ákveðnu leyti en rekstur fjölmiðla gildir gengur ekkert rosalega vel, það minnst ekki á öðrum það sem það getur lesið til Nei, þetta business sem við getum sem félagið telur að geti farið að skila þá afkomu inn í félagið eða verður þetta business sem verður þungur og erfur? Það það sem ég að reyna að spurja af. Já, algjörlega. Skilurðu hvað að fara? Ég skilji. Ég meina það sem að ég held það spurt í raun fjölmiðla business hvort að hann skili sterkri afkomu eða ekki og geti skilað. Ef þú brýtur niður þessar mismunandi tegundir fjölmiðla sem við erum með, við erum ekki bara með sjónvarp, við erum með vef og við erum með útvarp, þá mjög mismunandi sterkur rekstur í kringu það. Og ég myndi segja að partur af þessum rekstri mjög blómlegur, annar meira basl og auðvitað það hlutverk félagsins að finna jafnvægi milli góðs reksturs og þess sem við erum að gera á hverjum tíma og félagið þarf auðvitað og fjölmiðlar félagsins þurfa bara aðlagast í aðstæðum. Við höfum verið að sjá bara til dæmis eins og vísi.is bara vaksa mikið með til auglýsingatekna. Við höfum séð útvarpið vera mjög sterkt. Það í rauninni sjónvarps þessi eldri sjónvarpsgluggi sem sá gluggi sem kannski það sem við þurfum að vinna mest í. Eitt tækifæri sem ég hef ekki minnst á sem þetta félag hefur sem auðvitað ein af lausnunum varðandi það eitthvað sem Síminn hefur gert vel. Það hefur bara tekið okkur of langan tíma tæknilega að útfæra það en við erum byrjaðir prófanir á því. Það að nýta gagnvirk sjónvarpskerfi okkar vegna þess að fólk tímaflakkar og til dæmis fréttir, tímaflakkafréttir, horfir í frelsi og svo framvegis, til þess að setja auglýsingar og jafnvel niður á póstnúmer. Við getum auðveldast að tala til dæmis
aðila sem í prókjöri, ég vil bara auglýsa í Reykjavík suður á undan öllum fréttatímum á kerfunuðinum og ég vil fá statistík það. Þetta erum við að fara að gera, þarna búum við til þarna stærri auglýsingaköku fyrir okkur á okkar efni, ólínulega líka, sem bara eiginlega nákvæmlega sama og Google og Facebook að gera, nema við erum að gera það á okkar kerfum. Það svona hlutir sem við verðum auðvitað bara aðlaga og byggja upp til þess að kapitalisera á þessu kontenti, sem við erum ekki búin að, þessu verkefni ekki lokið, en þetta er það sem félagið verður að gera, bara aðlaga sig að þessu. Og svo á endanum þá verður auðvitað að finnast sátt milli reksturs, fjölmiðlunar í einhverju formi og þess að fólk sé tilbúið að borga fyrir það eða ríkið styðja það eða hvað. Vegna þess að ég alveg sammála það mun ekki ganga endalaust að hlutir sé að fara niður á við og við gerum ekkert í því. En við erum að, en það ekki þannig að þetta sé ekki að skila neinu, en hins vegar þá viljum við þetta ná þessu á blómlegan stað og fjölmiðlar eru starfrættir víða heim og oft bara með ágætisrekstri. Ég vona já. Eitthvað einhverjar aðgerðir sem þið hafið farið í til þess að undirbúa ykkur fyrir þá tíð sem á þeim stað sem við erum í þessum kjaraviðræðum og svo framvegis, sko. Já. Félagið eitthvað búið að undirbúa sig undir það að þurfa hugsanlega að taka á sig aukinn kostnað? Við erum auðvitað með inn í horfum það sem við teljum vera svona mat okkar á því hvar þetta geti endað. Þannig að við gerum ráð fyrir kostnaðarhækkun launa og við höfum ekki viljað gefa þá tölu upp, en ég tel að hún sé bara í svona takti við það hvar menn telja að þetta geti endað. Hún ekki 40%, en þá við getum öll náttúrulega bara hætt starfsemi ef það eru 40% hækkun, en þetta svona einhver eðlileg hækkun og miðað við hvað við höfum séð í fortíðinni. Þannig að við erum búin að undirbúa okkur að því leyti að við gerum ráð fyrir að það verði samið hækkun. Já, þeir ekki með spá fyrir 2020 núna, eins og það hefur verið með undanfarna fjórðunga. Og ég bara pæla hvort að, viltu eitthvað indikera það, eða hvort að, er þessi basi sem úr í núna í 3,2 til 3,7? Þeir eru að sjá bara einhvern eðlilegan vöxt fyrirtækis út frá því, eða einhver sérstakar aðgerðir í gangi sem munu færa eitthvað nær þessu, já, þetta væntanlega ekki 5 milljarða markið, en eitthvað annað, sko? Nei, en sko, það samlegðin mun halda áfram að skila sér inn í 2020 og við tölum 200 milljónir síðast og ég held að það sé bara góð tala til þess að hugsa eitthvað sem skilur okkur jákvæðum ávinningi inn í 2020. Síðan hins vegar bara svona að gefinni reynslu, þá eru kannski aðrir þættir sem geta vegið eiginlega jafnþungt, bara til dæmis eins og bara hvernig gengur bara bæði verð á markaði, þú veist, hvernig gengur að sækja fram á markaði, hvernig gangar sjónvarpsáskriftasala. En við erum að fækka starfsfólki á árinu, þannig að meðal fjöldi starfsfólks árið 2020 verður til dæmis lægri en árið 2019. Það ennþá þannig. Það eru stórir endursamningar við enda þessa árs sem við teljum við getum náð árangri á árinu 2019. Til dæmis varðandi efnisrétti sem gríðarlega stór kostnaðarþáttur. Þið sjáið það þegar við erum að hækka upp í rauninni fjárfestingar okkar með tilliti til efnisrétta. Þetta eru á bilinu 2-3 milljarðar sem við erum að eyða í efni á hverju ári. Þannig að endursamningar á þessu sviði, dæmi til þess að aðlaga sig að breyttu umhverfi, geta skilað félaginu talsverðum ábata næstu árin og þetta svona næstu 3 árin sem við eru talsvert af endursamningum til dæmis á erlendu stúdíóefni sem alveg umtalsverður partur. Þannig að ég myndi alveg vera tilbúin að standa við fyrir tölu að félagið ætti að geta verið að sjá 200 milljónir pluss
á næsta ári, en svo auðvitað bara spurning hvernig aðrir hlutar rekstursins þróast á sama tíma. Fleiri, já, ein spurningu viðbót. Bara aðeins svona í takti það sem við höfum verið að ræða þá voru flutningar á sjónvarpsstarfseminni frá Skaftahliðinni hérna yfir Suðurlandsbrautina núna síðustu mánuðum. Allur kostnaður honum tengdur komin inn í bækur félagsins eða uppgjör á því búið að fara fram og getur eitthvað svona komið á það hvað umfang þess var og hvort það hafi verið í takti við það sem þið lögðu upp með? Í rauninni sko þá var þessi flutningur partur af svona CAPEX budgetinu bara fyrir 2019 þannig að þetta sést inn í fjárfestingunum að miklu leyti 2018 eitthvað fer inn á 2019 en það er þá hluti af þessari 1,6 til 1,8 tölu sem við ætlum að skila auðvitað kostuðu partur af því að við vorum með 2,4 í fjárfestingum á síðasta ári voru að við vorum að flytja. Partur af því að gera upp nýjar hæðir og svo framvegis sem auðvitað bara þannig séð fjárfesting og síðan fluttum við þetta sjónvarpið, við reyndum að nýta sem mest, það er svona tækjasalur í kringum útsendingar sjónvarps og það eru alls konar tæki og búnaður og reyndum að nýta það sem var relevant að nýta en við fjárfestum í nýjum búnaði líka mikið þannig að hluta til bara nýr búnaður og svona stór partur af þessu erum við að skilja eftir núna 2018 eitthvað smittast inn í byrjun árs 2019 en það er nú ekki verulega fjárhæðir og bara svona í takt við svona þetta CAPEX budget búin að gera ráð fyrir því eins og munið þá erum við með 8-9% þannig að við erum með smá fjárfestingar sem smittast yfir á og svo erum við með svona allavega það sem við höfum talað sem eitthvað svona langtíma markmið fyrirtækisins 8% CAPEX það er allavega svona það sem ekki breytt í. Ein loka spurning. Svona varandi bakendan á kerfunum hjá okkur, það er að segja reikningskerfin og svona. Eins og ég skil þetta þá eru það að senda þetta út á, þeir að senda út reikninga á kuna á 2-3 sko, sín og eitthvað svona, skilur hvað er að fara? Já. Þurfum við ekki að fara í fjárfestingu á öllum þessum bakenda til þess að geta sendt þetta út frá einu reikningskerfi? Ef þið ætlið að fara í slíka fjárfestingar, hvað eru að tala í stærðargráða fjárfestingu í slíku tilviki? Ef þið ætlið að ná öllu ykkar rukkunarkerfi inn á eitt system? Ok, sko í rauninni áætlunin sem við höfum verið að fylgja var í rauninni að sameina allt undir bara Vodafone reikningakerfunum gömlu, það er að segja allt 365. Við erum búin að sameina öll fjarskipta útsending gerð úr einu kerfi. Stundum fær fólk 2 reikninga, það getur til dæmis verið aðili sem vinnur hjá Landsbankanum og bankinn borgar, hann í fjölskyldutilboði einhvers staðar og svo borgar bankinn, borgar upp á ákveðnu marki og svo borgar starfsmaðurinn. Það getur verið að slíkur starfsmaður fái 2 reikningur úr fjarskiptakerfinu okkar, en það út af því að við í rauninni stundum vill fólk bara hafa 2 reikninga. Það vill hafa Landsbankadæmið sér og hitt sér og alls konar svoleiðis. Það er ekkert mál fyrir okkur bara ef einhver hringir í okkur og segir bara ok, saminu þennan reikning, hann sendur út úr sama kerfi. Sjónvarpsáskriftir eru ennþá seldar út úr Salesforce. Það er búið að vera mjög stórt verkefni alveg frá sameiningu sem kemur þá inn í 2018 sem er áætlað að ljúki núna í maí að sameina í rauninni með allri virkni sem í Salesforce þetta yfir í kerfum gömlu Vodafone kerfunum, billingkerfunum sem við þurfum ekki að umturna eða fjárfesta í nýjum billingkerfum, við þurfum bara að sameina sömu virkni á sama stað. Og við höfum nú lært það að, svona, erfiðu leiðina kannski að
við heldum þetta yrði auðvelt með fjarskiptin en svo komum bara vitlausir reikningar og svo framvegis og þannig að við þurfum að vera mjög gætin varðandi þetta. Þetta verkefni hins vegar líka inn í fjárfestingum síðasta árs, þessum 2,4 milljörðum og inn í plönunum fyrir þetta ár 1,6 til 1,8. Þannig að þessi stærðargráða sem þú ert að tala um bara komin inn í plön, það er búið að vinna stóran part af þessu verkefni en vissulega, alveg rétt sem þú bendir á, svona billing-kerfisverkefni eru þung og vandmeðfarin og svo framvegis, en þetta er bara inn í plönunum og við erum ekki áætla neinar auka fjárfestingar út af þessu. Þetta er nú þegar komið inn. Ok, þetta var síðasta spurningin. Bara kærar þakkir. Takk.